Ég var búsett í Cambridge í Bandaríkjunum. Maðurinn minn Friðrik, hann var að taka LLM í lögfræði í Harvard og að búa þarna í Cambridge var hluti af þessu Harvard samfélagi að það svo mikill svona frumkvöðla kraftur þar sem mér fannst svo ótrúlega áhugaverður og maður gat ekki annað en smitast af því. Þannig að þegar ég kom heim og þá langaði mig að fara í meistaranám og sá þetta nám auglýst og þá kom ekkert annað nám til greina en að fara í þetta. Það tvennt sem einkennir meistaranám í nýsköpun og viðskiptaþróun. Annars vegar það 2 deildir sem standa náminu, í verkfræði og viðskiptafræði. Það gerir það að verkum að bæði kennarar og nemendur koma úr þessum báðum deildum og skapa mjög áhugaverða blöndu til þess að vinna nýsköpun. Hins vegar mjög einkennandi fyrir námið að það mikil tenging við atvinnulífið sem að gerist annars vegar með því að nemendur vinna umfangsmikil nýsköpunarverkefni í samstarfi við starfandi fyrirtæki og hins vegar leggjum við mikla áherslu á það að nemendur standa eftir með raunverulega og praktíska þekkingu á nýsköpunarumhverfinu á Íslandi. Námið hefur nýtt mér mjög vel. Núna ég hluti af sprotafyrirtækinu Drexler, þar sem við erum að nota mikið af þeirri aðferðafræði sem að kennd var í náminu. Síðan náttúrulega kynni sér bara fullt af fólki í náminu, til að mynda honum Elvari hérna sem að hoppar inn í teimið okkar fyrir Startup Reykjavík í sumar. Ég lærði mjög mikið af því að vinna með nemendum úr öðrum deildum. Ég lærði að tjá mig á skýrari máta við fólk sem hugsar allt öðruvísi en ég, svo sem listdansara eða viðskiptafræðinga þegar ég sjálfur forritunarmenntaður. En það sem kannski stendur upp úr, það sem ég fannst eiginlega áhugaverðast og sem kom líka á óvart, var fólkið í náminu. Þar í þetta nám valdist fólk sem hafði áhuga á einhverju nýju, að búa til eitthvað nýtt og hafði líka áhugaverða reynslu, komur frá ólíkum bakgrunni, ólíkum námi, ólíkum störfum og ólíkum aldri. Það var mjög áhugavert að vinna með listdansara og forritara á sama tíma. Og það kom alveg mjög oft fyrir að maður þurfti virkilega maður bara komin í þennan bara. Það vildi allir taka þátt, það vildi allir koma sinni skoðun og sínu á framfæri og sinni reynslu. Og þegar andrúmsloftið þannig, hlýtur bara að vera augljóst að maður fái meira út á náminu og læri meira. Þetta nám hentar mjög vel fyrir fólk sem með bakgrunn í viðskiptafræði en vill bæta við sig þekkingu á því hvernig maður beitir aðferðum nýsköpunar til þess að þróa nýjar vörur eða lausnir og koma þeim á markað. Námið hentar líka fyrir fólk með annan bakgrunn, til dæmis bakgrunn úr ferðamálum, bakgrunn úr listum eða menningu, fólk sem að sækjast eftir almennri viðskiptafræðimenntun, auk þess að efla getu sína á því að koma hugmyndum í framkvæmd. Eftir námið þá stofnaði ég borðið ásamt manninu mínum og vinahjónum og ég get sannarlega sagt að ég hafi nýtt námið mjög mikið, bæði þegar við vorum að stofna borðið og líka bara núna í rekstrinum. Og í náminu var til dæmis farið mjög mikið í það hversu miklu máli það skiptir að einbeita sér einu hlut í einu og svo hægt að byggja ofan á hann. Sem dæmi hvernig við nýttum okkur þá aðferð var að í byrjun þegar við stofnuðum þá vorum við bara með opið á virkum dögum milli 4 og 8 á daginn og þá vorum við bara að keyra á kvöldmat. Og svo leið og við treystum okkur til að þá bættum við hádegismat og helgar og svo núna bara fyrir 3 vikur síðan og þá erum við búin að bæta við okkur morgunofnun. Annað sem var mikið farið í náminu og lögð áherslu á og kom fram nánast í hverju einustu dæmisögu eða keisi sem var farið í voru samskipti milli stofnenda og eigenda. Hversu miklu máli það skiptir að samskiptin milli stofnenda séu frá upphafi góð og líka heiðarleg og að stofnendur séu hreinskilin við hvort annað. Mannleg samskipti skipta svo rosalega miklu máli. Námið nýtist bæði í starfandi fyrirtækjum og í nýjum fyrirtækjum. Í starfandi fyrirtækjum námið mjög góður undirbúningur fyrir starf vörustjórans. Vörustjóri í fyrirtækjum, hann hefur umsjón með vörum, ákveðnum vöruflokki, jafnvel. Hann kemur á þróun nýrra vara, nýrra lausna og endurnýjun varana. Námið nýtist einnig í starfandi fyrirtækjum tengt viðskiptaþróun. Viðskiptaþróun snýr meira að stefnumótandi markmiðum fyrirtækisins, fylgjast með nýjum markaðstækifærum, hvaða markaðstækifæri á að nýta, hvaða markaðstækifæri vilja menn skoða betur og svo framvegis.
Svo nýtist námið auðvitað líka öllum sem eru að stjórna nýsköpunarteymum, hvort sem að það innan starfandi fyrirtækja eða fyrir þá sem að vilja stofna og byggja upp eigin fyrirtæki, hvort sem að það á eigin spýtur eða í samvinnu með öðrum. Það sagt að sumir séu með mörg járn í eldinum. Ég myndi segja að ég verð með mörg járn við eldin. Ég með margar hugmyndir í maðunum og ég viss að þær aðferðir og svo heimspeki sem ég lærði í þessu námi muni hjálpa mjög mikið til við að koma þeim á koppinn. Ég mæli með þessu námi fyrir alla þá sem vilja hafa áhuga að pröfa nýtt, stíga út fyrir þægindarammann, klálega, og sem hafa áhuga að vera í lifandi og skemmtilegu umhverfi. Því að þetta meistaranám býður klárlega upp á það.